Beggi Ólafsson, verður velkomin til mín í spjallið. Takk, gaman að vera komin. Ég held við höfum ekki talað saman í viðtali áður, eða nokkuð? Nei, það hefur verið alveg átakanlegu skortur í þeim efnum. En loksins, gaman að fá þig. Já, Og mér langar bara svona að kynnast þér aðeins. Ég var að heyrt að þú hafi verið sjálfstæðismaður áður en þú gekkst í miðflokkinn. já. Hver svona þín saga? Hvaðan ertu, úr hvaða menntaskóla komstu og hvað gerður eftir það og hlaupum yfir það aðeins? Ég svona vel rammaður inn í þetta norðvestu kjördæmi sem núna sem sagt, móður fjölskyldan af Akranesi og föður fjölskyldan úr Hrútafirðinum, frá næsta bæ við Staðaskála, Bálkastaður heitir bærinn. Já. Og sem sagt gamla Staðaskála, en síðan ólst ég upp í Borgarnesi. Og hef síðan verið svona lögheimilis tengdur á meðan foreldrar mínu bjuggu þar í Stykkishólmi. Þannig að ætli þess ekki best að kalla mig vestlending. Og hvað árger ertu? Ég er 1975. Já. Þannig að það verður gott partí á næsta ári. Já, einmitt. En svo ólst ég upp í Borgarnesi og fer síðan í Fjölbraut á Akranesi, þar og býð þar hjá afa og ömmu og síðan leggur leiðin í háskólann, fer þar í viðskiptafræði og er alltaf svona samhliða þessu í svona pólitísku brasi, þetta er bara búið að vera áhuga mál lengi. Og var einmitt virkur í sjálfstæðarflokknum og var þarna í stjórn Sambandsungra sjálfstæðismanna lengi og formaður einhverja félaga og þess áttar. Síðan tekur nú svona fyrirtækjarekstur yfir á einhverjum tímapunkti. Hvað varst að reka? Ég var að reka fyrirtæki í Borgarnesi sem heitir Loftorka, sem er svona stæðsti einingaframleiðandi landsins, forsteftu meiningum. Já. Og sem steipustöðin síðan kaupir. Og þegar þú keyrir í gegnum Borgarnes þá er blái hái turnin út í aðri bæjarins á norðanverðu. Og síðan það hittist þannig á og þannig er ég raunin alveg komin út úr pólitík. Ég ætlaði mig bara að vera í fyrirtækjarekstri og kunni vel við mig á því sviðinu. En svo er ég búið að selja Loftorku og er svona dálítið í rólegheitum að komi fyrir svona 50-50 allavega vera út í Berlín til helminga með því að vera hér heima og dóttir mín 8 ára býr í Berlín með mömmu sinni. Já. Og þá hringir Sigmundur í mig og spyr hvort ég sé ekki til í að hjálpa honum aðeins við að gera og græja í tengslum við stofnun Miðflokksins. Og þannig þú og Sigmundur? Við kynnumst í viðskiptafræðinni í háskólanum. Já. Okay. Vorum þar meðal annars virkir í NESU sem eru samtök norrænna viðskipt og hagfræðinema. Þannig að það svona lágu leiður okkar saman fyrst. Og þannig að síðan ég saði nú við barsmóðu mín út í Berlín að ég ætlaði að skjótast heim þarna í nokkra vikur og aðeins aðstoði við þetta. Þetta væri nú svona ólíklegt að maður næði inn í norðvestu kjördæmi sem er fámennt hvað þingmannafjölda varðar en við enduðum með 2. Þannig að þetta svona gekk vel og síðan finnum við þetta þennan frábæra tón í garð þess sem við höfum verið að segja núna undanfarin. Já, í rauninni frá því við komum inn á þing en það hitti bara þannig á að þau málir öll í deglunni núna. Já, miðflokkurinn kom sterkur inn á fyrsta kjörtímabili. Já, virkilega og ég sterkasta innkoma nýs flokks bara í sögunni. Já. Þannig að og þrátt fyrir að undirbúningstíminn væri knappur. Og það var, þú varst með þarna í stofnun flokksins. Já. Og en síðan svo er maður fór ég í háskólann og fór síðan og stúderaði aðeins meira út í Manchester Business School og en hef síðan verið bara tekið svona frá smá hvíld frá raunheima rekstrinum á meðan á pólitíska afturinu stendur en það kom þetta á daginn þegar ég hélt að maður veri alveg laus við pólitíkin úr sér þegar maður síðan dýfir tánni í lögin aftur þá kemur í ljós að þetta er vírus en ekki baktería þetta lúrir þarna í manni og maður ræður ekki við þetta. En þegar Sigmundur hefur samband við var að tala að stofna nýjan flokk og hann alltaf þá framsóknar maður sem að stofna nýjan flokk en þú ert svona bara alveg með blátt blóð í æðum og búin að vera sjálfstæðismaður frá unga aldri. Bara svona klassískur hægri maður. Já. Hvernig var að þegar maður oft heyrt og það er nú flokkshollust að við sjálfstæðisflokkin hefur oft verið meiri heldur en öðrum flokkum. Menn er ekkit gjarnir á að hoppa frá borði, svo má segja. Nei, var það ekkit erfitt fyrir þig að svona
Mér þótti, nei, í sjálfu sér ekki, en það var ekki þannig að ég væri eitthvað í einhverju að fússi að fara frá sjálfstæðarflokknum, bara alls ekki, það er bara mjög gott á milli mín og flestra þar, sko, þannig að og hefur verið allan tíman. En mér þótti svona fyrir utan bara, ég þekkti Sigmund af góðu einu, þá hafði hann náð ótrúlegum árangri í ríkisstjórn sinni 2013-16 við að endurreisa hag íslenska efnahagskerfisins, efnahagslífsins og Íslands alls. Og við sjáum bara, sko, ef að ekki hefði verið fyrir þessa leiðsögn hans í gegnum þann tíma, þá hefði stað okkar verið allt önnur þegar við fáum COVID í fangið og önnur flókin verkefni. Já, það er alveg klárt. Og það sem að, sko, er svo heillandi við hans sem stjórnmálamann þetta þessi nálgun að gera það sem hann segist ætla að gera. Já. Í aðdraganda kosningana 2013, þá var, sko, reynt að gera lítið úr hugmyndum það með hvað hætti væri hægt að leysa þessi stæðstu vandamál samfélagsins. Raunin var sú að þetta var allt gert og meira til. Já, og hann er færum að geta hugsa út fyrir boxið. Já. Og með svona hugmyndir sem að, þú veist, eins og náttúrulega sýndi sig að allir í kerfinu voru, sögðu bara, nei, þetta er ekki hægt. Hver og einn einasti. Fáraleg hugmynd og þetta með hvernig maður farið á móti hrækamarsjóðunum. Já. Og þannig að það er svona hugmynd sem að, er algjörlega, sko, ekki inn í þessu boxi og svo bara gengur hún upp 100% og það er... Og það sem Sigmundur Davíð gerði á þessum tíma var þetta það sem við erum að horfa til núna aftur, að sækja, sko, öflugustu menn og konur samfélagsins til að, sko, vinna á þeim vandamálum sem við stöndum frammi fyrir. Auðvitað verður alltaf þannig að embættismannakerfið og svona stofnanabyggið þarf að vinna með, en það þarf þá líka að vera einhver sem að hefur haus til að segja, heyrðu, við erum að fara í þessa átt. Já, það er sjálfs, sko. Því að embættismannakerfið er svo gjarnt á að verja sjálft sig. Já, og það er auðvitað bara blasir við öllum sem að svona horfa í þá áttina. Já. Sigmundur var nefna þetta í spursmálum daginn þar sem hann kallaði hagræðingarkeisara. Og ég held að það sé bara nákvæmlega það sem við þurfum á að halda. Já. Bara aðilar sem koma þarna inn með kaldan haus og segja bara, heyrðu, þetta er bara óþarfi, þetta með að skera niður, við þurfum kannski mögulega auka í þarna til að ná einhverju betra flæði í eitthvað sem er verðmætaskapandi og þarfum til göttunum og við höfum að leggja til atlögu við þetta allt. Hvernig, hvar ert þú svona, klálega hægri maður, en hversu langt á hægri skala, hvað ferur langt á þessum skala? Ég meina, sko, ég er rosalega hrifinn persónulega honum Javier Milei í Argentínu og hann er náttúrulega bara anarkókapitalisti sem að bara var með vélsög í kosningabaráttunni til þess að undirstrika að hann ætlaði að rífa þetta allt niður og hefur staðið við það. Milton Friedman, ég sá að Elon Musk sem er nú þessi hagræðingar keisari í Bandaríkjunum verðandi með Vivek. Já, ég sá hann í gær var hann að posta gamallir klippu frá Milton Friedman og hann skrifaði Milton Friedman er frábær og í þeirri klippu er Milton, sko, sittur á móti blaðamanni sem er með lista yfir stofnanir og ráðuneyti og spyr og Milton Friedman bara út með þetta og það var eiginlega Milton Friedman talaði eiginlega eins og að það þyrfti bara að vera sem sagt dómsmálráðuneyti til þess að borgarar getu útkláð mál sín fyrir dómi, þú veist, það var að vera með dómskerfi. Það þarf að vera Minister of Defense, eða varnarmálráðuneyti. Akkurat. Og ég man ekki, þetta voru einhver svona eitthvað svona megin, og svo bara allt hitt var bara... Löggæslan og eitthvað nokkuð til, sko, já. En sko, og þetta náttúrulega... Þetta eru þessar frumskyldur hins opinbera. Já. Af hverju erum við ekki svolítið mikið að bara fókusa á það, þú veist, að vera... Þetta er einhvern veginn svona snjóbolti ríkisreksturinn sem öfur jafnt og þétt utan á sig. Og það er einhvern veginn, það er allir búin að missa yfirsýn og sko stofnanir sem að sko engum dytti til hugar að stofna í dag ef mann kæma af auðu blaði, svo ríkisútvarpi til dæmis, er allt í einu á einhverju sjálfstýringu, sko, hvað tekjustreymi varðar. Sjáum svona þvælu apparat eins og fjölmiðlanemnd sem að er í besta falli gagnslaus og fleira mætti nefna. Þannig að þó að þar séu þetta bara ágætt fólk á sínum stöðum. Það er bara fólk sem getur bara fundið sér og bara með önnur mikilvægur verkefni og bara sinna slíkum, sko. En ég hef einmitt verið hrifinn af Milei sömuleiðis og ég held ég hef nú skrifað í pistli í Morgunblaðið bara í síðustu eða þarsíðustu viku að í ákveðna þætti þurfum við að vaða með argentínskri vélsög. Og það er þetta bara þannig að sko þegar við höfum hort á þetta stjórnleysi í ríkisútgjöldunum sem hefur verið viðvarandi í tíð þessara vinstri stjórnar sem núna er að hröklast frá,
þá við erum búin að sjá sko ríkisútgjöld tvöfaldast á þessu 7 ára tímabili. Sko hækkum rúmlega 40% af sko raunverði þegar búið að verðbólguleiðrétta. Þetta er ekki sko boðlegt að svona virðingarleysi fyrir skattpenningum borgarana sé með þeim hætti að þetta bara haldi áfram á sjálfstýringu. Og það er þannig að fjárlögin sem voru samþykkt núna á mánudaginn, þau voru lögð fram með 41.000 milljóna halla, enda í 75.000 milljóna halla. Þetta eru, og menn bara yfta öxlum. Hækka síðan bara sko kolefnisgjald 60% og án þess að bæta neitt í á aðhaldsliðinni. Þetta er einhver nálgun á ríkisfjármálun sem er skattgreiðendum ekki boðleg. Þetta með kolefnisgjaldi, ég sá að þegar Bjarni var spurður, ætlar að hækka einhverja skatta, og áðurinn svara því þá vil ég taka fram að það vegna orkuskiptana þá verðum við að breyta kerfinu og þá fór hann að afsaka þessa hækkun sko. En teljið þið að það veri hægt að gera þetta einhvern veginn öðru síðan? Sko fyrst varðandi þetta sko orkuskiptin og að það hefði orðið að gera þetta núna. Heyrðu, það er bara breytingin núna sneri að bensín- og dísilbílum sem eru á götunni. Og það er bara kerfi í gangi varðandi þá, þannig að það þurfti enga bráða aðgerð til að bregðast við því að gjaldtaka bensín- og dísilbíla. Þetta var kynnt sem sko svona kerfisbreyting sem hefði ekki áhrif á heildarmyndina. Hvað kemur síðan á daginn? Þetta átti að auka skattheimtu á akstur og ökutæki 6,9 milljarða ári, 6.900 milljónir. Og svo þegar Sigurður Ingi siglir upp á sker með þetta, sem var nú fyrir séð, miðað við hvernig verkið hefði verið unnið, að þá einhverju bræðikasti fjármálaráðherra fallast menn á að hækka kolefnisgjöldin 60%, sem er reyndar að megin hlutanum til borin af útgerðinni, en þannig að útgerðin finnur sig í þeirri stöðu að vera að borga það sem á að vera til vegagerðar núna. Þetta er allt svo undarlegt og ég hreinlega sko ég er búin að vera að kalla eftir því frá því á sko síðasta kjörtímabili þegar ég var formaður umhverfis- og samgöngunefndar þingsins að stjórnvöld, þessi ríkisstjórn, kæmi fram með einhverja heildstæða nálgun á það hvernig þetta gjaldtaka fyrir notkun vegakerfisins. En í staðinn eru við búin að fá þetta allt í einhvern svona teskeiðum sko plásturum og engin heildarsýn og þá finna menn sig í þeirri stöðu. Allt í henni bara verið að leggja til eitthvað sem á að vera kerfisbreyting og vera jafnstætt fyrir og eftir gagnvart notendum sem er síðan bara meiri háttar ný skattlagning. Og að fenginni reynslu þá er ekkert sem að bendir til þess að svo viðbótar skattlagning færi sérstaklega til uppbygginga vegakerfisins. En aftur aðeins að Milei, ég sá að hann var í rosa flottu viðtali núna við Lex Fridman. Já, ég er ekki búin að ná að horfa, maður missir að mörgu þessa dagana. Já, ég mæli sko eindregið með þessu viðtali fyrir alla þá sem er að hlusta. Þetta er og gaman að þessi AI-tækni, hann alltaf tala bara spænsku en það er búið að þú getur hlusta á hann tala ensku með hans rödd sko. Já, akkurat, magnað. Þessi gervigreind sem býr það til. En nema hvað, hann segir frá því að hann fækkaði ráðunautum úr 18 niður í 8 og hann sagði upp á einu bretti 50.000 opinberum starfsmönnum og hann strikaði út 3.000 reglugerðir á einu bretti. Og hann er alltaf búin að sko snúa snúa þess alveg við, hann tekur við eftir áratuga halla rekstur að þá ræðilega meðferð á auðlindum og bara hagkerfi Argentínu. Þannig að og þetta er auðvitað einhvern veginn svona tilraun í gangi en ég hef miklu trú á þetta eftir að skila Argentínu á betri hliðinni. Já. Til dæmis hér á Íslandi, núna eru klálega rekin of mörg ráðuneyti, er það ekki? Jú, ég held að það velkist nú fæstir í vaðum það í tæplega 400.000 manna samfélagi. Já. Og sko, en þetta var einhverju marki var þetta svona afsprengi þessar vegferðar sem hófst með ESB umsókninni í tíð Jóhann Steingríms. Síðan þurfti að fjölga stólum þegar næstu ríkisstjórnir á eftir voru myndaðar. En það er bæði þetta og síðan bara stofnanakerfið. Ég man ekki, er ekki 174 ríkisstofnanir starfandi í dag. Þetta er einhver sko miskilningur á bara hverju 400.000 manns geta staðið undir með verðmætasköpun sinni. En sko ég held að það sé í rauninni horfandi til Argentínu. Bara það er svo margt sem að
ekki aware eða eitthvað svoleiðis, ég man ekki alveg spænska orðið hérna sem að bara burt með þetta, við þurfum þetta ekki. Og það þessi nálgun sem menn þurfa að leyfa sér að hafa hérna heima. Bara í staðin fyrir að vera alltaf með flatan niðurskurðu upp á 1% en bæta síðan í með hendinni fleiri prósent sko. Þetta er einhver sjálfstýring sem að bara er ekki sjálfbær og við verðum bara slít úr sambandi. Og það held ég að verði ekki gert nema með sterkum miðflokki eftir rúma viku. Já, þið eru sá flokkur sem að getið lofað mér því að þið munið taka rækilega til hendinni í þessum ríkisfjármálum og ríkisrekstri að minnka þetta bákn sem að oft er kallað. Því get ég lofað, alveg á þess að hafa neina fyrirvar á því. Og bara við höfum gert þetta áður og þegar ég segi við þá meina ég í því samhengi að hópur undir forystu Sigmundar Davíðs hefur gert þetta áður. Við sjáum árangurinn sem náðist 2013-16 og þetta er bara eitthvað sem við ætlum okkur að endurtaka. Og við sjáum til dæmis, það var gaman að fletti gegnum kosningabækling Sjálfstæðisflokksins sem að barst með mokkanum í aldreifingu í morguninum bréfalúguna. Og það er bara eins og þeir hafi hlusta á sjónvarslausa 50 daga nokkur skipti í röð og síðan lesið kosningaáherslu miðflokksins og svona dreift heimi við bæklingin góða. En sko þá kemur að trúverðuleikanum. Núna er Sjálfstæðisflokkurinn búin að vera í þessari vinstri stjórn í 7 ár og tóku upp á því sko síðasta hálfa árið að leiða vinstri stjórn, Sjálfstæðisflokkurinn. Þetta er eitthvað sem hefur verið óhugsandi fyrir ekki löngu síðan. Við sjáum óreiðuna í ríkisfjármálum, við sjáum stjórnleysi á landamærunum, stöðuna á húsnæðismarkaði og bara og vexti og verðbólgu og sem er náttúrulega afleiðing stjórnleysis í ríkisfjármálum. Sko, að ætla síðan allt í einu núna að mæta, við erum að vísu búin að vera með sko allt í reiðileysi hérna í 7 ár, en nú erum við orðin gamli góði Sjálfstæðisflokkur. Og ég nefnilega held að þau vilji komast þangað, en til þess þurfa þau samstarfsaðila eins og sýndi sig svo vel að gekk vel 2013-16 sem að hefur það í sér að kvik ekki frá þegar erfitt er. Já, verðum við einmitt ekki að gefa þeim smá slaka fyrir það að þú veist, vissulega þá voru þeir í þessari vinstri stjórn með flokki alveg hinum megin á vinstri kantinum og þú veist, og þeir eru þetta sko á einhverju leiti þá er þessi stjórn hún er framlengt inn í þessu miðju COVID-fári sko, þannig að Jú, þá voru valkostir og þá voru valkostir síðar á þessu kjörtímabili sem núna er að klárast fyrir Sjálfstæðisflokkin að losna undan okki vinstri grænna, en það kom bara á daginn að þeir vildu vera þar. Og þá er kannski erfiðar að sína einhvern mikinn slaka gagnvart því að Sjálfstæðisflokkun hafi keyrt í gegn hér hverja vinstri hugmyndin á fætur annari og svo tekur þetta steinin úr þegar Sjálfstæðisflokkurinn gerir það sínu megin markmiði að uppfylla viltustu kosningadrauma Dags B. Eggertssonar í borginni með þessu borgarlínu, ævintýri og fleira sko. Og þá er ég nú alltaf að halda til haga að ég er fylgjandi betri almenningssamgöngum en að gera það með þeim hætti sem er lagt til í þessari borgarlínu útfærslu er alveg fullkomlega galið. Það var mjög komísk fréttin á Stöð 2 í gær, þar sem voru að lýsa þessum fyrsta áfanga og það kemur brot þar sem voru að sýna sko hvernig þessum 4 akreinum á Suðurlandsbraut verður fækka niður í 2 og borgarlínan tekur yfir miðuna. Þá leið verður sko bílastæðum fækka allverulega og fréttamaðurinn segir sko, ég hreinlega veit ekki hvort það kalt hann hjá henni ekki, hún segir fyrirtækjum og almenningi hér örgulega til mikillar gleði, þú veist, eitthvað. Og það er nú væntanlega verið kalt henni. Já, en hún, það var svona, maður gæti ekki alveg greint það sko, hvort að margt fólk er bara heilað við, sko, heldur þetta sé bara einhvern veginn og síðan næsta skot þá er Davíð Þorláksson í tali yfirmaður borgarsamgangna betri samgöngur og sem er nú sennilega mesta rangnefni sem hægt er að gefa fyrirtæki. Og hann segir sko en sko aðgerðir gegn einkabílnum kom ekki neitt til dags fyrir sko 2026-27 sko en það var verið að lýsa þarna bara í setningunum undan að þetta á að koma strax á næsta ári, þá var Suðurlandsbrautin þetta var bara einhvern veginn, það var súrrealíst að sjá. Þetta er það. Ég hef talað fyrir því reynda bara í viðtölum, þannig að ég hef alltaf verið að vona einhver í borgarstjórnarapparatinu einhvers staðar pikkið upp, en nú ætla ég að gera eina tilraun til þess enn. Við erum í alveg einstakri stöðu til að gera svona raunhæfa tilraun. Því að sko ef að allir viltustu draumar borgarlínu kirkjunar ganga upp hvað nýtingu varðar, þá verði spáin samt svo að verði sama magn bíla á göttunum eftir nokkur ár. Ég man ekki alveg árafjöldan í augnablikinu, bara örfá ár.
Við getum bara farið út núna og sett bara keilur, lokað af þessum akreinum sem verða sérrými borgarlínunar, tekið af aðra akreinina á Suðurlandsbrautinni bara, við getum gert það á morgun. Við getum lokað Skothúsveginum og hérna hvað heita nú göturnar sem á að loka, samkvæmt nýjustu upplýsingum. Já. Það var nú hingað til bara að vera að horfa til þess að taka akreinar af, en nú á að sko loka alveg ákveðnum akstursleiðum og bara fara í gegnum þetta, koll að kolli, lokum með sín bara 3 vikur og bara sjáum hvernig sko hafaríi verður. Þá held ég að menn mun nú aðeins staldra við. Já, eins og að lísti þetta í fréttinni að það var hægt sem sagt við að borgarlínan átt að fara í blandaðri umferð hringinn í kringum tjörnina, en nú er hægt við það og það verður ekki blönduð umferð heldur verður einungis borgarlína sem fer Skothúsveginn og Tjarnagötuna minni með. Já, einmitt, Þetta er og þetta er kynnt fyrir okkur eins og einhver bót, skilur þetta er sko, ef þetta væri ekki svona alvarlegt og svona dýrt, þá væri þetta auðvitað bara einhver fyndin brandari, en sko þetta er alveg gríðarlega dýrt og það er hægt að ná fram sko miklu hraðar góðum bótum á almenningssamgöngukerfinu við miklu minni tilkostnað, en óðbústlegu kostnaður í innviðauppbyggingu sem hlýst af þessu, miklar þrengingar fyrir sko ferðamátan sem flestir vilja nýta sem er fjölskyldubílinn og síðan fyrst byrjum við að tapa á þessu þegar við förum að reka sjoppuna. Því að það eru auðvitað allt saman, sko, það var nú eina forsendum þess að því var hleypt í gegn á sínum tíma að stofna þetta fyrirtæki sem var Betri samgöngur OHF, að til að mynda það væri skýrt að ríkissjóður kæmi ekki að rekstrinum. Nú eru ríkissjóður búin að samþykkja að taka drjúgan hluta taka á sig sko, að blæða út peningum til allar framtíðar. Já. Þannig að þetta er alveg ótrúleg vegferð sem að sko ekki bara Sjálfstæðisflokkurinn hefur tekið á svona í fangið, heldur sko leitt til þess að uppfylla drauma Dags Bjargeirssonar. Þetta er allt saman óskiljanlegt. En er hægt að rífa í bremsuna og stoppa þessa vitleysu af? Já, það er bara hægt að gera það á fyrsta degi. Sko málið er að það er svo oft rök fyrir því að klára vondar ákvarðanir að menn segja, heyrðu, við erum bara búin að eyða svo mikill í vinnu og svo miklum peningum í að undirbúa vitleysuna að við verðum að fá klárana. Sjáum nú bara því ég bara var að koma á barnaspítalunum rétt í þessu að sko þessi uppbygging Landspítalans á umferðareginu við Hringbraut. Það blasti við öllum að þetta væri hræðileg ákvörðun að halda við þessa staðsetningu. Og núna held ég að sko það séu flest allir byrjaði að gangast við því en það var bara búið að eyða svo mikill orku í að undirbúa vitleysuna að menn bara urða að fá að klára það. Ef að við hefum bara brotið nýtt land, hvort sem það væri í Keldnalandinu eða Vífilsstöðum sem er nú svona 2 staðir sem voru nefndir sérstaklega, þá væri sko verkefni komið miklu lengra við lægri kostnað með betri byggingu sem væri funkeraði betur. Ég man eftir þessu umræðu og ég held að Sigmundur hafi verið að tala þegar að verið að undirbúa og teikna þessa byggingu hérna á Hringbraut að þá var verið að tala um Vífilsstaði og þá man ég að sko þá ákvað ríkið að drífa sig að selja Garðabæ Vífilsstaðalóðina. Og ótrúlega ákvörðun. Og svo næsta ákvörðun er að tróða Keldnalandin inn í þessa Betri samgöngur OHF sem er allt í orðið stærsta fasteignaþróunarfélag Íslands. Einhver smákontor sem gengur út á að koma að borgarlínu á koppinn. Og svona umferðarlega séð höfuðborgina alla, þá bara hefði það gert svo mikið gott sko að hafa þetta annarkvort við Vífilsstaði eða upp í Keldnalandi. Já. En og sérstaklega Vífilsstaði held ég. En þetta er eins og þú segir, þá var bara vaðið áfram þrátt fyrir að það væri verið að benda á augljósa annmarka á þessu og þá var ekki hægt að hætta við þó að það væri ekki byrjað að byggja neitt. Svo bara séð maður þetta gímald rísa þarna á þessum stað þar sem maður er bara stíplað að komast á hverju mótni. Já, og bara bílastæða vandamælun og þetta allt saman, sko, þetta verður allt tómpras og núna koma þetta bara aðilar sem koma fyrir nefndir þingsins, þetta eru þær lokaði fundir í trúnaði en núna koma aðilar og segja í einsmannstali, heyrðu bara þetta eru þetta bara hræðileg þvæla aðilar sem mættu fyrir nefndir á fyrir stigum og svo bara, heyrðu við verðum að klára þetta við erum búin að leggja svo mikla vinni í þetta. En þrátt fyrir þessi axarsköft Sjálfstæðisflokksins þá hlýtur hann samt að vera sko æskilegur ákjósanlegasti kosturinn fyrir samstarfsflokki ríkisstjórn ef til dæmis að Sigmundur fengi stjórnarmyndunar umboð og fengi að leiða ríkisstjórn þá hlyti það að vera Sjálfstæðisflokkurinn sem kemur fyrst í greina borðið í þá stjórn, er það ekki?
ég hef talað á þeim nótum að það sé bara nauðsynlegt að við höfum ríkisstjórn hér til næstu ára sem að með svona sameiginlega þráð hvað afstöðu varðar hvernig til stóru málana. Og þar eru þetta augljóst að svona borgarlega þenkjandi flokkar eins og Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn eru gott match og bara kannski eins og ég komin á áðan. Það er svo mikilvægt að því að svona Sjálfstæðisflokkun hefur verið svona vaklandi undanfarin ár í þessari vinstri stjórn sem hann valda verið í, að þá þurfi sko öflugan aðila til þess að halda kúrs. Og það er eitthvað sem að við þekkjum öll að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson getur gert og hefur ekki miklar ágjur að því þó að slettist af og til á. En þess vegna ég veit að það eru svona margir kjósendur sem eru á þessari skoðun, vilja sá þess að borgaralegu stjórn og svona. En ég má grípa fram í, það eru þetta eitthvað sem er að teiknast upp núna til dæmis bara raunverulega hætta á vinstri ESB-stjórn. Það er sem ég er að segja að þá finnst þeim oft kjósendunum sem að fylgjast núna með umræðinni að þið séu of mikið höggvi hvern annan, hann segja Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur og Sjálfstæðisflokkurinn kannski sérstaklega í Miðflokkina því að hann er búin að vera í þessari stöðu og horfa á ykkur fara fram úr og svona og í stað þess að einbeita sér að því að stækka kökuna, stækka hægra fylgið og vera með venda þá frekar á hvað gerist ef að hér tekur við vinstri stjórn og ESB-stjórn sem að það er náttúrulega engin umræða almennilega átt sér stað nýlega þegar við vorum að tala ESB 2009-2013 og þá horfði þetta allt öðru sér við, þá var kannski hægt að réttlæta þó að það er kannski í aksinspeglinum þá var það ekki góð hugmynd en á þeim tíma einhvern veginn þá var Evrópa allavega stóð hún betur. En núna er hún bara í rjúkandi brunarúst. Þetta er í raun alveg ótrúleg bara einhver einstrengisháttur að vera ennþá sömu afstöðu gagnvart mögulega inngöngu í Evrópusambandið og þessir flokkar voru eins og Viðreisn til dæmis þegar hann er stofnaður. Það er bara raunverulega óskiljanlegt. En það er auðvitað búið að vera kúnstugt og þetta bara gaman að því hvað Sjálfstæðisflokkun hefur lagt mikla áherslu á að berja á okkur í þessum 2 manna þingflokki núna allangt skeið og það hefur nú kannski ekki gengið neitt sérstaklega vel en nú er komin ný taktík, það er sérstaklega frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík Norður, Guðlaugur Þór og Diljá Mist eru mjög upptekin af því núna að skamma mig fyrir að hafa ekki mætt á nefndafund sem ég er ekki aðalmaður, þar sem ég er ekki nefndamaður. Þannig að er ekki aðalmaður í nefnd og þannig að nú á að reyna það. Ég hlakka mjög til samtalsins þegar við förum yfir framlag mitt í þinginu við næstu því hvert sem er þeirra 17 þingmanna sem Sjálfstæðisflokkurinn býður upp á undanfarin ár. Ég sá að þú varst á topp 10 listanum yfir lengstu ræðumenn í þinginu. Ég biðst nú afsökunar á því. Það er ekki góð mælikvarði. Þú varst ekkert í mjög skemmtilegum hóp. Þetta var allt eitthvað Björn Leví og svona. En þú varst þarna á listanum samt sem. Þetta er svona mælikvarði sem næstu því pirrar mig. En það er enga síðu þannig að ég er alltaf inn á topp 10 en það er ekki að því að markmið að vera inn á topp 10. Það er bara fyrir 2 manna þingflokk eru þetta svo mörg verkefni að manna, svo margir póstar Það eru náttúrulega bara störfin í þingsal, það eru endalausar sérstakar umræður, fyrirspurnatímar og þess háttar og síðan eru þetta vinna í nefndunum og þar til dæmis þegar þú ert í 2 manna þingflokki með 8 fastanefndir og síðan allar hinanefndirnar þá er það þannig að ég til dæmis vinn það þannig að nema þessi mál sem ég er að sérstaklega vakta í einhverju nefndinni, þá stíg ég inn í bara hvaða nefnd sem það er, ekki bara mína því að ég er í einni nefnd og Sigmundur Davíð í einni, þannig að við erum ekki með fastasæti nema í 2 af 8 fastanefndum og þá stígum maður inn í mál sem er verið að vakta. Og ver þá tímanum í staðin og les umsagnir í málum og þess og þar því að maður kemst þetta yfir umsagnir allar að nefnda þann daginn á þeim tíma sem að maður sæti annars í einni þeirra. Þannig að maður þarf bara að taka upp svona verklag þegar þingflokkurinn er svona lítill sem að ég hef auðvitað skilning á að þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa ekki skilning á. Þekkja ekki þennan veruleika. Nei, og
ef að við færum í einhverja svona skemmtilega tölfræði þá eru þetta sko þeir í augnablikinu með innan við 1% stuðning fyrir hvert þingmann. Ætli við séum ekki einhvers staðar í námunda við 7-8% stuðning við hvert þingmann. Þannig að það er bara við erum stoltir af því hvernig við höfum náð að halda okkar málum í gegnum síðustu 3 árin. En fyndnast þótti mér þó þegar Diljá vinkona mín fór að þér virðist skamma mig fyrir og okkur fyrir að mæta of mikið í hlaðvörp. Já. En það bendur nú kannski til þess að það sé einhver áhuga að heyra hvað við höfum að segja. Hvað heldur einmitt að sko þið eru alltaf að gera mjög gott mót og já, þú veist, það gæti alveg gerst og ég veit að kjósendur ykkar vona það að þið myndi ná á lokasprettinum að taka fram úr og verða þess sá flokkur sem að fær mest fylgi og stjórnarmyndunar umboð. En hvað er það heldur sem að þeir sem eru núna búin að þyrpast að ykkur, þeir eru það búin að stækka fylgi verulega, hvað heldur það sé helst sem að fólk er sammála ykkur og styður ykkur til þess að gera? Ég held að ástæða þess að fólk hefur verið að flykkjast til okkar held ég að sé miklu leyti svona staðfestan sem er ekki málefni sem slíkt, heldur bara þetta, við gerum það sem við segjumst ætla að gera. Við erum búin að vera að tala meira og meira sömu hlutina síðan flokkurinn kom inn á þing og nú hittir bara það ná að þessi mál eru öll í deglunni. Útlendingamálin, það var nú ekki lítið hoggið í okkur á síðasta kjörtímabili fyrir að vilja ræða þessi mál. Og síðan bara jafnt og þétt hefur hver flokkurinn á fætur öðrum hoppað á vagnin og nú vilja allir vera þar, eða flest allir. Orkumálin, við höfum verið að tala þennan galna heimatilbúna raforkuskort hér í landi allsknettana í þeim efnum sem ætti að vera. Nú blasir þetta við öllum hvað þetta er að hafa lempandi áhrif á þróun hagsaldar í landinu. Nú ríkisfjármálin. Við höfum verið að gagnrýna þau síðan á síðasta kjörtímabil og mjög harkalega í gegnum þetta kjörtímabil núna, eins og ég sagði áðan, ríkisútgjöld hafa aukist rúmlega 100% á líftíma þessar ríkisstjórnar. Þörfur á argentískri vélsög. Það er nefnilega málið. Og svona kollakolli, staðan í húsnæðismálum, það er auðvitað einhver bara satýra að fylgjast með því þegar Framsóknarflokkur núna kemur fram og segist nú skal aldeilis taka til hendin í húsnæðismálum. Framsóknarflokkurinn hefur meira og minna haldið á húsnæðismálum á Íslandi síðan 1991. Þannig að þetta er einhvern veginn stjórnarflokkarnir sem núna er að hrökklast frá. Virðast einhvern veginn var það ekki Men in Black þar sem að menn fengur svona hvítt ljós í andlitið og glemdi þá því sem gerst hafði undan. Þetta bara virkar ekki svona. Þetta blasið það við kjósendum að það er ekki trúverðugt þegar menn ætla allt í einu að vera sammála sjálfum sér, semst í skilningnum sammála stefnu sinni á korter í kosningar þegar menn hafa gert eitthvað allt annað árum saman á undan. Hvaða aðgerðir eru vanlegasta til þess að snúa við þessari þróun sem við erum að stefna í heimatilbúin orkuskort? Hvað finnst ykkur að þurfa að gera til þess að koma þessu á réttan kjöl? Við höfum verið að tala fyrir því að fara í það sem er kallað sérlögum hvert virkjanakost. Það er auðvitað búið að þetta rammaáætlunarferli hefur auðvitað verið við lýði allengi og hugmyndin er góð og svona verkfæri sem þetta átt að vera, svona verkfæri sátta er gott og vel úthugsað. En það sagði nú einn maður í orkugeiranum við mig núna fyrir í vikunni að á endanum kom í ljós að rammaáætlun virkaði alveg. Hún virkaði eins og vinstri mennir hugsuðu það til að stoppa allt. Það hefur tekist í 15 ár. En nú er fullt af verkefnum búið að fara í gegnum þetta nálarauga undirbúningshópana og þess alls. Við erum með mikið af góðum verkefnum bæði í vassafli og jarðvarma í nýtingaflokki og við höfum bara að fara systematist í það að setja sérlögum þetta þannig að við séum að skapa það mikla nýja orku, það mikið nýtt rafmagn á hverju ári að samfélagi geti vaxið og dafnað og aukið hér verðmætasköpun og þetta er ekki flókið. En vindmyllunar, hvað finnst þér um þær? Ég hef svaraði þannig til að á meðan við eigum svona marga góða kosti í vassafli og jarðvarma sem við þekkjum svona vel, erum í rauninni bara með þeim bestu í heiminum í nýtingu þessara tveggja orkukosta. Á meðan við eigum svona marga góða kosti í þeim flokkum, þá eigum að flýta okkur hægt í vindunum. Ég greiddi nú atkvæði með því að þessi 2 verkefni Landsvirkjunar við Búrfell og Blöndu færu inn í nýtingarflokk rammaáætlunar og ég held að það geti verið ágætið svona lærdómsferli að sjá hvernig það gengur, en mér hugnast ekki til að mynda eins og núna liggur fyrir, ég man ekki hvort það eru 40 eða 42 umsóknir
eða meldingar gagvart sko rammaáætlunarferlinu í gangi. Mér hugnast að illa teppalegja landi með vindmjölum á meðan, eins og ég segi, við eigum svona marga kosti ónýtta í jarðvarma og vatni. Ég algjörlega sammála þessu. Bara jarðvarminn og vatnsaflsvirkjanir fyrst og fremst að fókus á það. Bara drill, baby drill. Já, akkurat. En hvað með til dæmis land kaup á sko landi hér á Íslandi hefur það verið sko fólk sumur hætti við þetta erlendir auðkýfingar að kaupa upp mikið land. Landið auðvitað auðlind. En hvar eru þið staddir í þeirri hugsun? Við erum staddið þar að það þarf að fara svona, menn þurfa að ganga hægt gleðina dyr í þessum efnum. Það eru þetta þannig að það ekki bara sko áhrif á þær jarðir sem keyptar eru oft svona í svona böndlaðar saman á tilteknum svæðum, við þekkjum það, heldur hefur það þetta áhrif á allt líf á nærliggjandi svæðum, til dæmis búsetta leggst af á mörgum samliggjandi jörðum. En það þannig að fjárfestar sem hafa verið að kaupa upp hafa verið að nálgast þetta með mjög mismunandi hætti. Sums staðar bara blómlegu búskapur en annars staðar alls ekki. En ég held að við megum ekki, sko, þetta flókið vegna þess að jarðirnar eru þetta líka lífeyrissjóður bændana sem þær eiga og oft það því miður þannig að það enginn til að taka við, enginn ættingi eða enginn sem ræður við að taka við eða hver sem ástæðurnar geta verið. Þannig að við þurfum sömulegis að passa okkur á að sko bara með vörn eignarréttarins í huga að setja reglurnar ekki það þröngar að það sko skerði þessi eignarréttindi bændana. En ég held að við eigum að fara varlega í því að leyfa hér kaup sérstaklega þegar það orðið í einhverju mæli. En finnst þér komið til greina að sko takmarka eitthvað sko aðkomu erlendra aðila sérstaklega að því að kaupa svona jarðir? Við erum nú bölvuðu brasi með það í sjálfu sér bara út frá EES-samningnum sko. Þannig að það meira og Hvannúp og hvað þessir ævintýramenn á fyrri stígum hefur nú heitið sko, þeir auðvitað leysa það bara með einhverju skúfufyrirtæki í Svíþjóð ef þeir ætla sér það sko. Þannig að en svona þetta ekki einfalt úrlausnarefni en sko það sem skiptir mestu máli í mínum huga að sveitirnar verði ræktarlegar og þar sé blómlegt mannlíf og fólk búi þar á starfi og rækti landið. Og við erum til dæmis að auka innlenda matvælaframleiðslu en ekki draga úr eins og stefna stjórnvalda hefur verið. Og það eitt furðulegasta atriðið þarna í þessu 150 atriða plaggi aðföra velsæld á Íslandi sem að loftslagsráðherra lagði fram að sko það bara sérstakt markmið að draga úr nýtingu ræktarlands 10% fyrir 2030. Bara kortir í samhengi hlutana sko. Og hvað, moka honni í skurði og... Já, þetta allt einhver furða. Þetta svolítið í fen. Já, það einhverja svoleiðis pælingar. Þannig að við erum bara að vera stolt af því sem við gerum í íslenskum landbúnaði og íslenskri matvælaframleiðslu. Við erum með einhverjar heilnæmustu vörur í heimi og eins og við erum að framleiða meira þeim en ekki minna. En hvað sá ég einhvers staðar að voru að tala að banna innflutning á hráu kjöti? Við vorum með miklar efasemdir það á síðasta kjörtímabili að það væri skynsamlegt að heimila innflutning á það sem kallað ófrosið kjöt, ógerilsneydd mjólk og ferskum eggjum. Og bara þessi afstæð okkar var tilkomin bara vegna í raunni þeirra áhyggja sem við höfum haft af sóttvörnum og sýklalyfjanotkun og þar höfum til góðunum. Það nú fræg mynd sem að margir hafa eflaust séð af sko sýklalyfjanotkun í matvælaframleiðslu í þessum löndum sem við eigum helst viðskipti við og það auðvitað bara sláandi sko, það er bara mest að furða að hænurnar sumstaðar geti staðið uppréttar þegar maður hefur í huga sýklalyfjamagni sem sprautað í þær og þar höfum til göttunum. Þannig að við verðum og það eru bara menn sem að þekkja vel til í þessum efnum sem að vöruðu mjög við þessari þróun og fram að því hafði þetta allt kjöt verið flutt inn frosið og það var vandalust fram að því. En það leyft núna ófrosið kjöt? Já. En en við erum með mjög strangar reglur bara eins og þegar fólk kemur með gæludýr og svona. Jú. Það bara 6 vikna sóttkví eða hvað það Ég held að sé einhverja stífustu reglur bara á byggðu bóli. En þetta hefur núna verið leyft í einhvern tíma hráa kjötið? Já, og ætli það hefur ekki verið opnað fyrir það. Ætli það sé ekki 2020 eitthvað, cirka bát, 2019 myndi ég halda.
og þetta var mikið sáluhjálparatriði fyrir stjórnarflokkana 3. Það kom nú dálítið óvart í tilviki þeirra allra í raun að þessi nálgun yrði viðhöfð. Já, og er þetta búið að skerða samkeppnishæfni íslenskra kjötframleiðenda væntanlega mikið að... Sko þetta nú bara eitt af því. Það búið að samkeppnisstaða innlendra matvælaframleiðenda hefur verið skert, það hefur verið sótt að úr mörgum áttum. Og það til dæmis eitt af þessum atriðum sem eru reglulega rædd eru tollamálin og þá segja sumir við bara eigum að afnema tolla á erlend matvæli bara einhliða. Það myndi engin þjóð með sjálfsvirðingu gera það, menn auðvitað verða að fá eitthvað í staðinn þegar slík ákvörðun tekin, ef hún nokkuð tíma tekin og það dettur þetta fæstum til hugar. En síðan höfum við til dæmis þessa tollasamninga eins og við ESB, þar sem að stærsta útflutningsland okkar var Bretland. Nú það auðvitað farið út úr þeirri púlju, þannig að við fáum innflutningina fullum þunga hingað inn, en erum að nýta mjög lítið af útflutningsheimildunum. Þannig að við höfum sagt, þetta þarf að taka upp og endurskoða, bara okkur grundvelli breyttara forsenda. Þannig að þarna þarf að skoða mjög margt bara til þess að bæta þessi rekstrarskilyrði og bara Sigmundur Davíð las það nú upp mjög skemmtilegt skets í spursmálum Stefáns Einars, til dæmis opinberu styrkina sem franskir ostabændur njóta og bara það endist allar þátturinn til þess að lesa upp listan. Þannig að þetta er auðvitað matvælaframleiðsla og sérstaklega landbúnaðarframleiðsla eða framleiðsla á landbúnaðarvörum er studd með opinberum hætti allstaðar í kringum okkur, held ég svo að segja. En myndu þið þá, ef að þið komist í að leiða stjórn þá myndu þið að skoða að gera það aftur óheimilt að flytja inn hrátt kjöt? Ég held að það bara sé eitt á langa listanum sem að þyrfti að koma til skoðunar. Þetta eru þetta, nú eru menn auðvitað búin að koma sér í meira átt að vandræði í eggjaframleiðslu, bara víðsvegar, ekki bara hér á Íslandi með þessari Astrid Lindgren nálgun sem var nú kölluð, þar sem að búrin voru bönnuð og lausagangan skilyrt og það er ekkit allt jákvætt við það þannig að þetta er menn eiga til að fara dálítið fram úr sér í reglusetningunni og síðan gleyma menn að spyrja sig og hvað svo. Ég meit, nýlegt kjör Donald Trump þegar forseta Bandaríkjanna þetta er búið að vera æsilegur tími aðdragandinn að þessum kosningum og ótrúleg polarisering sem að hefur náð einhvers konar hámarki og bara gegn öllum, against all odds eins og sagt er, þá sigrar Donald Trump þráttur að vera með allt establishmentið á móti sér og stóru fjölmiðlana og Hollywood-elituna. Við íslenska þjóðin vorum með alla elituna á móti okkur í ISF. Já, einmitt, nákvæmlega. Þetta er ótrúlega athyglisvert og hann er að boða svolítið America First, efla bandarískar iðnað og setja háa tolla og allt þetta sem að almenningur í Bandaríkjunum segir bara já takk, bara algjörlega til í þetta þó að embættismenn og eru bara að reyta hár sitt Já. En þetta er það sem almenningur vill. Var ekki Trump með 7% í Washington? Já, ég veit. Minnir að það leið einhvers þar það bil. Já, og hvernig einmitt túlkar þú þetta? Þú veist bara þessi, ég held persónulega að við séum ekki að gera okkur algjörlega fyllilega grein fyrir hvað þessi miklu stuðningur við Donald Trump þýðir hversu ótrúlega mikið fólk að búið að fá upp í kók af þáverandi stjórnarháttum establishmentinu og bara þessum roka gagnvart fólki að þið vitið ekki neitt, skilur við vitum betur og eitthvað og öll þessi, þú veist ég veit sók eftir því að var þessu viðtalið við Javier Milei, hann er að tala Donald Trump og segir, það er svo mikilvægt að Donald Trump, hann skilur þessa vókpláu, hann skilur þennan heila vírus eins og Elon Musk kallar það, að þetta er sem það er í alveg tala og þetta er svo, mér finnst það útbreytt að fólk átti sig ekki alveg á hversu mikið eitur þetta er búið að vera, þessi vókismi þið eru alveg þar, þið eru búin að tala gegn þessu og ég tek hattinn ofan fyrir ykkur fyrir það, en
Er ekki svolítið líka svona svipað upp á teningnum hér á Íslandi að það stuðningunum við ykkur líka svolítið út af þessu þegar að tala gegn vókinu og fólk komið nóg af því að það sé tala niður til þeirra. Já, ég held að þetta sé partur af þessu, ekki nokkur spurning og við sjáum bara niðurstöðuna í Bandaríkjánum sem að sko ekki bara að Trump vinni afgerandi í kjörmannakerfinu heldur náttúrulega popular vote líka sem að mjög fáir höfðu væntingar að í raunin sko og kannski undirstrikar hvað svona þessir meginströmsmiðlar þarna út í Bandaríkjánum virðast vera rángstæðir gagvart því bara sem almenningur að hugsa. Og ég held að einhverju marki sko séu við á svona svipuðum slóðum hérna heima. Það er sko þetta venjulega vinnandi fólk sem bara vinnur með höndunum og bara vakna snemma, vinnur fullan vinnudag, borgar sína skatta og reynir að halda öllu svona á floti og það er löngu búið að missa húmorinn fyrir til dæmis þessum woke áherslum sem eru svo sterkar víða í fjölmiðlunum. Stóru fjölmiðlarnir allir í þessum réttrúna. Já, algjörlega. Engir ekki við þetta. Nei, og sama svo, mér finnst þetta samt vera að minnka í stjórnmálunum eða svona, ég held að pendullin sé að svona svinga tilbaka, kannski helst komið óvart að vinir mínir í Sjálfstæðisflokknum sé einhvern veginn að reyna að elta vók sko málfræðiruglið. Já, ég veit. En mér sýnist nú á nýjustu auglýsingunum að það sé verið að reyna að vinda ofan af því. En sko ég held að bara allt venjulegt fólk sé núna bara að hugsa heyrðu, nú eru bara raunheima vandamál að banka upp á hjá okkur. Það er bara verðbólga, vextir, húsnæðisskortur og svona mætti áframtelja, orkuskortur og þetta allt saman. Heyrðu, hættum þessari þvælu umræðu sem engu skilar nema sko einhverjum innbyrðis átökum og skautun, þó með ekki orð leiðilegt en bara þessum bara átökum innan samfélagsins. Einhendum okkur í það að bara auka hér hagsæld og bara tryggja að öllum geti liðið sem best í sínum eigin líkama. Þetta eins og svona, það sko feministar í Úkraínu, þeir hafa verið fljótir að pakka niður í töskurnar þegar Rússland ruddist þar inn. Það hætti því. En þessi mál sem eru eitthvað svona voðalega krútleg sko þegar allt í blóma en þegar við erum með raunveruleg köldu hörðu mál, þá þetta náttúrulega bara svona einhver heimatilbúin fórnarlambamenning. Ég bara, sjáum nú bara í pólitíkinu núna, það er verið að eyða orku í þessi ókyngreindu klósett. Hvaða þvæla er þetta? Heyrðu, bara einhendið ykkur í því ráðanetinu bara að tryggja við getum framleitt í orku. Ókyngreindu klósettin og orkan í sama ráðanetinu. Já, orkumálaráðherrann sem að skrifa upp. Já. Þannig að og þetta það ekki bara svona að þetta sé orðið svona smá svona pirringur hjá fólki, venjulegu fólki gagvart þessu rugli. Ég held að sko þá sé orðin svona alvöru pirringur gagvart í að stjórnmálin sé að elta svona vitleysu. Og við sjáum þetta nú kannski mest í þessum málum, vókmálunum öllum, loftslagsmálunum sem nú bara einhvers slags bara kirkja að verða sko. Þetta er bara business og víðar mætti líta sko. Og sjáðu Robert Kennedy Jr. sem allstaðar málaður upp sem í stórum miðlunum sem brjálaður, rugludallur, stórhættulegur, samsæriskenningasmiður og svo framvegis. En almenningur sem að kynni sér og skoðar hans málflutning kemst bara að allt annarri niðurstöðu. Og það er þetta, sko, hann hefur talað fyrir því að það þurfi að öryggisprófa bóluefni. Hann undirstrikar, ég er búin að fara með öll börnum minn í bólusetningar, ég er ekki anti-vax, eina sem ég hef verið að segja er að þessi 72 bóluefni sem að bandarísk börn fá á lífsleiðinni, ekkert þeirra, ekki eitt einasta hefur farið í gegnum svona standard placebo trial eins og öll önnur lyf þurfa að gera. Og þá er hann bara, þá er eitthvað svona innbyggt í okkur sko, bóluefni eru svo mikilvæg að það má engin yrða sko, stígðaryrði eða anda í áttina þeim sko, þá verður það bara að keyra hann niður. Og þetta lýsir svo mikli sko móðursýki og hysteríu sem búið að vera í gangi á réttrúnaðarvagninum. Já. Og en hann og þeir keppast við að vera í íslensku miðlarnir að tala hvað Robert Kennedy Jr. er stór hættulegur og svona. En ég hef trúið því að hann eftir að sanna þá alla að hafi rangt fyrir sér með því að snúa við bara mikilli óheilla þróun í heilbrigðismálum í Bandaríkjunum.
og það þurfum við að auðvitað taka til hendinni þar og sem eflaust líka hægt að skoða hér og ég einmitt velti fyrir mér einmitt sko með matvælaframleiðslu á Íslandi hvort að við höfum ekki að geyra á að framleiða meira af íslenskum heilnæmum hollum mat. Ekki nokkur spurning. Já. Og sko ég varandi að því hún nefnir heilbrigðiskerfið, þá það sko, þá Birgir Jakobsson fyrirverandi landlæknir sagði efnislega, það hægt að henda sko endalausum peningum inn í heilbrigðiskerfið. En það mun ekki gera neitt gagn nema við lögum kerfið, jafnvel vera til óþurftar. Og það til dæmis bara heilbrigðiskerfið, þetta dýrasta kerfi okkar. Við þurfum að vera algjörlega sko opin fyrir því að einmitt að skera það upp. Því að auðvitað hlýtur sko bara hagur sjúklingana eiga að vera í forgangi að reyna að fá sem mest fyrir peningi sem í kerfi fer og hafa flæðið svona eins gott og hægt er. En síðan að því þú nefnir bóluefnaumræðina, þá finnst mér algjörlega ótrúlegt að það sé ekki allir á þeim stað að vilja að hér verði unnin almennileg greining á því hvað tókst vel og hvað tókst ekki illa á grundvelli gildandi sóttvarnalagi COVID. Já. Sko ég búin að taka harðan slaginn í þinginu gegn því að ný heildarlöggjöf gagnvart sóttvörnum verði samþykkt. Það bara heil bók, ég man ekki hvað hún þykk, eða hvað eru margar blaðsíður, en sem að Willum hefur núna í tvígang lagt fram og þetta algjörlega óforsvaranlegt að ætla að fara í svona vinnu án þess að einhver heildarúttekt hafa átt sér stað og ég held sko bara eitt lítið dæmi bara því að var verið að sko sprauta börn niður í 5 ára aldur með bóluefnum jafn lítið rannsókuð og þau voru á þeim tíum gagnreyndum og sannreyndum. Þetta einhver heilavírus sem greip sig þarna. Þetta algjört brjálæði því að menn vissu að börn voru ekki að lenda í neinum teljandi vandræðum vegna þessarar pestar. En hugsaður, fólki sem stóð þarna að leiða þetta, Alma Möller, hún bara ráðherra efni samfélkingar í heilbrigðisráðuneyti. Og það verður þá náttúrulega alveg borin von að fá eitthvað heiðalegt uppgjör við þennan tíma ef það verða stjórnvöldin sem við fáum eftir kosningar. Líkurnar minnka í svona vinstri stjórn, þannig að ég held að sko, ég hef verið að djöflast í þessi inn í þingi. Óli Björn Kárason sem því miður hverfur á braut núna, hann hefur lagt fram þingmál í þessa veruna og ég hef nú trú á því ef að til að mynda miðflokkurinn fær sterkar stöð út úr kosningunum eftir viku þá munum við passa upp á að þetta uppgjör eigi sér stað og það gengur ekki upp á að finna einhverja sökudólga. Það gengur út á það að reyna átt að sjá hvernig við gerum mest gagn til framtíðar og hvað gekk illa og hvað reyndist illa og hvað reyndist vel. Og þetta verðum við að skoða áður en að við tökum næstu skref í þessum efnum og við bara sjáum þetta bara í Bretlandi og víðar hafa verið unnar mjög ítarlegar úttektir í þessum efnum. Herðu, það gaman að heyra fínar áherslur og þetta gríðarlega spennandi. Næsta vika bara loka spretturinn og svo verður talið upp úr kössunum næsta laugardag, sunnudag. Já. Það verður, eins og ég segi, manni finnst þess að þetta sé svona sem mikilvægari kosningum. Þetta einhver svona úrslitastund af því að einmitt við erum búin að vera í svo mikið stöðnun í langan tíma að það annarkvort að einhvern veginn að rífa sig upp úr hjólförunum og fara að gera eitthvað eða þá að fara að rífa okkur enn frekar niður með útgjöldum og skattahækkunum. Við erum nefnilega á ákveðinu ögurstundu og þarna held ég að skipti mestu að þó ég sé dálítið hlutdrægur í því mati, en samt ekki of, að miðflokkurinn fái mjög öfluga niðurstöðu til að geta leitt góða samstarfsflokka í rétta átt. Því að við sjáum hvað svona sumir þeirra borgarlegu hafa verið svag fyrir því að láta leiða sig einhverja vinstri villu. Þannig að það þarf hóp með bein í nefinu sem við í miðflokknum sannarlega erum til þess að leggja línurnar. Sjálfstæðisflokkurinn mun ekki segja nei við Kristrúnu Frosta ef hún býður þeim í ríkisstjórn. Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki sagt nei við nein í 7 ár. Nei. En já, við sjáum hvernig fer. Ég óska ykkur góðs gengis og þér, Bergþór Ólason. Takk fyrir það. Kærar þakkir fyrir spjallið. Takk fyrir spjallið sömuleiðis.